Það held ég á þessum huggulega mánudegi. Já. Huggulega Görum með stæla, bros á vör og hanna... Alveg eins og... Hvað meira? Alveg eins og Helgi T. uppáhald senast gestur okkar sagði síðast þætti þegar hann sagði það er inn að vera glaður. Það er huge. Já. Það er mjög mikið inn að vera glaður. Jákvæður, glaður, Það er líka sumar á leiðinni. Já. Sólin er að skína. Og Hvað meira þarf þú? Ég einhvern veginn held bara, ef þú ert jákvæður og bjartsýnn, þá bara gerast góður hlutir. Já, hlustandi, kæri hlustandi, prófaðu bara saman hvernig þú hlusta út, kannski hlusta á þetta mánudegi eða sunnudegi eða þriðjudegi, ákvæðu bara, í dag ætla ég að vera jákvæður, glaður og bjartsýnn. Today's gonna be a good Þótt að sé rigning úti, farðu út í rigninguna og hlusta á Gjöra með stæla. Heyrst ekki látt mér það? Nei, það er góður, ok. Málið er, það var lýst góðu veðri í sumar, ég sá það. Það var lýst góðu veðri. Já, en hvað Ingi, þú ætla að kanta ekki. Það var spá góðu veðri í sumar. Já, svona. Veðrafræðingur eða eitthvað spáði... Ok, Ingi, þú bara kanta ekki. Þú ætla að fara í íslensku námskeið. Þú segir, það var lýst góðu veðri og svo segir veðrafræðingur. Veðrafræðingur. Ég skal samt, ok. Maður segir það, sko. Já. Ég skal samt gefa honum það. Ég fokk oft þessi þú hann heldur í sig ekki grínast hann heldur maður segir veðrafræðingur en þá heldur maður segir veðrafræðingur finnst þér ekki skutt við það? Já, það varst að segja þér Veðrafræðingur Nei, veðurfræðingur veðurfræðingur Þarna koma Það er ofta eins og þetta sé fyrsti dagur hans Inga on the planet Earth Það er einmitt I'm an alien Það var að vaska upp á með köldu vatni Okkur fyrir gengt í beatbox-keppni í þætti Oh my god, við þurfum að fá pro-beatboxer í við það og fyrir með beatbox-keppni Það var gott í mækjum Er ykkur svona íslenskur þekktur beatboxer? Batti beatbox eða eitthvað Já Það er til gæði, ég þekki gæði sem heitir Palli Jójó Palli Jójó? Er hann beatboxer? Geðu ykkur Jójó, já Hann er bara geggjaður Jójó-spilari Það eru kommentið við fáum hann Palli, hann er samt, já Jójó, flottur strákur Kommentið líka ef að þið eru að hlusta á þetta í vinnunni Já, endilega, segja okkur Eða bara hvar þið eru að hlusta á þetta Já, kommentið á þennan þátt, hvar þið eru að hlusta Og ég veit að það var margir pirrar að við lesum ekki lengur komment En í næsta þætti þá munum við lesa upp komment eða í þarnæsta þætti reynda fyrir því gömtökum þarnæsta þætti þá lesum við upp þau komment hvar það hlustið því að við höfum mjög mikið áhuga á því endilega og það er alveg skemmtilegt eitthvað svona ég er í baði já ok shit ég er að gera nummer 3 ég er að borða morgumat, ég er að hlusta á þetta ég er í vinnuna að hlusta á sketsagerðina á Ingi 69 og hlusta á alltaf saman tíma 3 símar, Ingi 69, sketsagerðin og Gjörum að stað og Tómmak TikToki líka já það er að hóla mitt TikTok líka shit ég þarf að byrja fucking ég er með nokkra in the locker ég þarf að en hvað gerum helgina strókar? Herðu helgina, ég tók St. Pete fyrir St. Pete, hitti St. Pete það var helvítið sterk glöggir hlustendur hafa síðan þann góða skets ég held allir á Íslandi hafa bara séð þetta fólk er svo sjúkt í það eftirhermur eftirhermur er náttúrulega bara þekkt sem bara, það er bara svona alþjóðlega þekkt bara sem bara fucking sérstaklega líka ef þú ert góður í eftirherminni einmitt ef þú ert eitthvað ágætt eftirhermur þá er það bara meh en ef þú ert góður í eftirhermur bara flýgur þetta shit upp og það clearly stóð sér vel POV St. Pete og svo það var ekkert POV á þessu vídeo St. Pete hitti St. Pete þannig að já, gaman að hann sko gaman hitta bróðum sko, já, við erum bestu vinir sko en hann já maður, hvað er hann sem frétti í þessu já, við langar að tala síðustu 2 þætti, þú veist við erum búin að fengu 2 gesti í röð Joey Crest og Helga T Hvor fannst ykkur betri? Nei þeir voru skemmtilegir sko það er gaman að fá svona eitt svona ég er ekki að segja að Joey sé gamall en hann er miklu wow það er ekki heyrðu sorry þetta er fyrsta herrið í Gjörum að stælum shit það er bara tissue sorry það er náðu tissue já ég var náðu tissue fuck it við erum bara 2 smá helgin hjá Kevin ég hérna já ég er bara að vinna ég er bara í Bláa lóninu og ég er bara chillin þar en Helgi, talað um helgina ég var að tala um Helga T, Helgi
Nafni Helgi þú veist, eins og Helgi. Það Helgi, já. Fokk, það fattar það ekki. Það steikt sko Helgi Tómasson sko. Ætli Weekend heiti Helgi? Íslenski grann Helgi? Nei, hann heitir Abel. Já, hann heitir Abel. Já, ég var smá leiðilegur, hann bara heitir það sko. Já, skemmtilega, gaman að tala Nei, hann heitir það ekki. En já, það var mjög gaman að krydda þessu upp á þetta og hann, þú veist, og vera með gesti sko. Það var ógeðslega skrítið sko. Mér leiði ógeðslega skringilega og við erum alltaf í núna 4 og... Já, þetta var alveg weird shit sko. I'm back. Og líka takk fyrir ástina og báðum bara þáttunum. Já, bara góð hlustunum. En líka tísa næsti þáttu 13 We're getting a guest. Við erum gest. Við ætlum ekki að segja hvernig en hint, hann TikTokari. Búm. Og hann góð vinur okkar. Já. Mér líður svo öll kommentin sé að fara, ég veit bara hvað kommentin verða, en já, en svo ætlum við að taka þátt hvað? Smá mystery. Mystery hvað, já, það er þáttur eftir, það er þáttur 12, 13, 14 þáttur. Ok, hint, þessi þáttur verður ekki í stúdíónu, hann verður á öðrum stað. Gaur, við erum að fara að gera... Ekki segja. Nei, bara, ég fíla, þú veist, ég er svo dáni að taka svona þætti bara wherever, þátt þarna, þátt hér. Þátt í bíó, fokk, það var gaman. Í bíósal, það var ekki. Það er skýtur hann til að setja allir lifir yfir um eitthvað. Hvað verður skrýtnasti staði sem við getum tekið upp podd? Í baði. 3 saman í baði, var það skilja? Sturtu. Ég heyrist bara hvað sagði, hvort var þið Petri? Ég fekk sjampo eiga hérna Undir Seljalandsfoss. Hvað er þetta harðað þarna? Hvað er að snerta mig? Bitti Nei, en eitthvað svona upp á turnunum í Kóp. Já, það var enda Það væri fucking fyrir. Það var windproof. Já, það var hérna byggjum til eitthvað hött út á einhverjum svölum eða eitthvað svona úti eitthvað staðar. Já, við þurfum að gera það með þér. En herðu, kommenti svona ykkur svona suggestions. Já. Dream Place. En herðu, við ætlum að fara eins í þáttinn í dag. Sko, ég vonandi hræði ekki burt alltaf stelpuna sem er að hlusta. Það er nefnilega, þú veist, kemur ávart, við heitum Görum Stæla. Það er alveg slatta stelpuna sem hlusta Görum Stæla, sko. Já. Ég hef líka fengið Love in the Streets, bara einhverju stelpur, bara, hey, ég hlusta podcastið, ég eitthvað, vá. En hvað eru prósentur, þú veist? Og hvað farið það? Þetta 70-30? Jú, þetta er 70-30 held ég. Getum við ekki tjekka á því? Jú, þetta er eitthvað 70-30. 75 kannski. En hann að máli er, út af því að máli ástæðan okkur segja, ég vonandi hræði ekki stelpur þegar ég segi þetta, en það er smá fótbolta þegar maður þættin í dag. En ok. Það er náttúrulega, ég meina stelpur er náttúrulega stelpur getur fylgja. Já, jú, reyndar, er þetta ekki sexist? Já, þetta er mjög sexist. Sorry, ég ætla að taka tilbaka. Stelpur er að fagna þessu, en máli er, þetta er ekki fótbolta þáttur og við erum ekki fótbolta áhugamenn. Við höfum, sko máli er, fyrsti liður dagsins, þá ætla ég komist þurrlega staðarendur HM í fótbolta núna sem er í sumar og ástæðan fyrir því er að ég fylgist ekki mikið með fótbolta ekki ég heldur en við bara það sem bara maður spila FIFA og svona við höfum tekið FIFA maður heldur með liði og svona hér og það en ég fylgist alltaf með HM það er bara svona að fylgist alltaf með því það er bara alltaf gaman sko sérstaklega ef Ísland er í já ég hef áhuga Ísland er reyndar ekki nóg vissir það Það er ekki búið að vera bara í nema hvað, þetta er tilviljun þegar við hittust í dag við segjum ofta ekki öðrum hvað liðum með ég spyr Inga, hvað liðið þú með? Hann er herri, ég er líka með fótboltalið þú ert með hvað spurningar ég er með, sko, hann er ekki beint með neitt nafn þetta er svona spurningakeppni á milli Tomma og Unnars þetta er, ég skrifaði hérna hvor er gáfaðari eða fótbolta hotnið. Þetta er svona hvor er gáfari, fótbolta edition. Já, þetta er hvor er gáfari fótbolta edition. Let's call it that. Þetta heitir það bara. Hvor er gáfari fótbolta edition. Svo er ég með klassískan lið hvor er betri og líka ég er með summer edition. Við erum alltaf með eitthvað edition sko. Ég fíla þessi edition sko. Þannig hvor er betri Ingi versus Tommi og Tommi hvað er þú með? Ég er með hvað haldið þið getið. Við erum með klassískan lið líka. Haldið þið getið. Þetta er one of the classics. Við erum með one of the classics. En já, en við ekki bara fucking kickstarta þessum fucking þætti og fucking byrja á hérna World Cup Edition hvað heitir þetta, já World Cup 2006 Nei, hvað er það? Nei, Sturlaðar staðreyndir Sturlaðar staðreyndir Sturlaðar staðreyndir HM í fótbolta 2026 Þetta er alveg, þetta er alveg skemmtilegt Já, þetta er mjög skemmtilegt sko Ég kannski setja eitthvað lag undir, svona fótboltalag Er þetta hérna keppni, er eitthvað hrossaskítur eitthvað svoleiðis? Já Fuck it, ég bý til eitt rösku Nei, beilum bara það ég sé til Þannig að, heyrðu, númer 1 bara svona basic, bara svona þetta kynna bara sumir kannski vita ekkert
World Cup 2006 sem við veit ekki hvaða landi haldi það tengist fyrstu stjórnarstænd fyrsta stjórnarstænd er að þarna World Cup 2006 er haldið í 3 löndum það er Mexíkó, Bandaríkin og Kanada og þetta er 3 lönd þannig að fólk þarf oft að fljúga á leikmenn lið þurfa að fljúga bara 1000 kilometra milli leikja milli staða og þetta er held ég Þetta er í þessum basic borgum, ég held að úrslitaleikurinn hann er í New York, þetta er í LA, þetta er í alls konar borgum, þetta er í maður sjá, ég með California, já, Dallas, þetta er í Miami, Atlanta, Houston, Seattle, San Francisco, Boston, Kansas, Mexico City, Toronto, já. Ingi myndi fitta viðleinu þar, San Fran, okkur? Já. Okkur? Það er bara geggi borg. Já. Ingi var bara flott það var geggjur borg ég er líka tindur en ég veit ekki alveg hvað nei, Ingi, slakaðu bara slakaðu bara á okkur myndi ég fyrir hvað, þetta verður eitthvað skot eða eitthvað nei, þetta er bara hrós ég veit ekkert hvað let's just go to Sturlandstandard 2 er doppelt svona kynning Ítalía komst ekki HM út af því að Bosnía slóðu út Bosnía og Herzegovina og Bosnía hafi ekki verið held í þessu síðan það væri líka ekki verið land bara í eitthvað 30 ára eða eitthvað when was Bosnia last hvað, er það effekt? Þeir eru bara land í 30 ára þeir eru vanlega ekki góður þeir voru senast þetta hefur ekki verið land síðan 92 já, ok also qualified 2000, já, ok þeir komast þetta 2014 þeir komast 2014, já, ok pappi minn er bara eldri en þetta land já en en pælið Ítalía þeir unnu HM 2006 fyrir 20 árum síðan enda Galaxy 2006 þeir fætti þá 20 árum síðan þannig að ég skil ekki þeir komist ekki svona á og málið er og það brings me to the næsti punktur nummer 3 það eru 48 lið sem keppur núna í staðin fyrir 32 það hafa alltaf verið 32 lönd sem keppur bara HM það búið að hækka þið fyrir 40 en samt komist Ítalía ekki ég held að séu að þeir voru lendi í bara erfiðum liðið eða eitthvað skilur þetta er Bosníu þetta er samt Ítalía Ítalía komst ekki á EM nei á HM 2018 það var ekki jú ég reyndar veit ekki þess er þetta frétt þeir komist ekki núna nei þeir komu heldur ekki á World Cup 2022 það var ekki jú ég veit ekki ég held að annars væri ekki að segja þetta skilur Ítalía er Ítalía hvað sást þú umstöður Ítalía komst ekki ég er ekki alltaf að ströggula annars væri ekki að tala það en málega nú eru 48 lið sem þýðir að það er fullt af eitthvað liðin sem hafa ekki verið á HM aldrei eins og það er hvað landi þetta? Jú, það er Burkina Faso í Afríku Burkina Faso, Guatemala, Oman, Bahrein svo svona lönd sem komast oftast ekki New Zealand, Nýja-Sjáland, Georgia, Albanía Grænhöfðaeyjar Suður Afríka, þeir hafa ekki komið síðan í heldumóti 2010 Mali, þetta er líka land í Afríku Venezuela Írak, Jórdan og Úsbekistan bara fullt af random löndum sem hafa komist en komast þið bara sjálfkrafa inn? Nei, alls ekki þetta er bara skrítið út að þetta er svo léleg lið þetta er crazy, það er bara þessar margir sem fá að taka þátt og núna verða, út af það eru 48 lið nú verða svona svo kvöldu 32 leið úrslit það er bara 16 úrslit það verða riðlakeppni, kemst í 32 leið úrslit svo 16 leið, skilja, það er bara 16 og 8 þannig að þetta verður lengri keppni þetta er lengri keppni, 100 leikir í heildina held ég 104 eitthvað þetta er næsta staðar, þetta er fyrsta mót Haaland það verður eitthvað maður Erling Haaland Noregur er komin Noregur er komin inn hann er aldrei þeir voru ekki senast þeir eru náttúrulega með alveg Haaland, Odegaard þeir eru alveg með couple hitters ert þú ekki frá Noregi? Nei Bob já Bob hann er í Manchester City það er ekki Bob Burger ég veit ekki hann er einhver on a come up Bob með 2 B-O-B-B Bob scores en hann herðu Messi er að fara að spila sitt 7. HM sem gerir hann fyrsta leikmann ever til að spila 6 HM god damn hann líka spilar bara fyrst en hann var 12 ára eða eitthvað já byrjaði á styrunum 13 ára já shit man crazy herðu yngsti leikmann mótsins er Gilberto Mora frá Mexíkó hann er aðeins 17 ára gamall hann er 08 mótil pæliði hann er 2 ára yngri þig fyrir ódétt já, sko, þú veist, hann er 5 árum yngri en ég alltaf þeir segja svona he's 16 years old ég er bara eitthvað, það er bara eitthvað 16 ára gæði að spila ykkur fokkin fótboltaleik í prem, skil ég er bara eitthvað kipja hann upp í sófa, skil hvað fokkin er að gera hérna? Ert þú að vinna því? Kipja hann upp í sófa?
Einn heima, eða? Nei, ég segi svona. En þú veist, ég minnst að þetta, galið. 17 ára að spila háa. Ingi, hefðu þú getað að fara 17 ára gamall inn á háa? Mér þú veist, þegar ég sá Lamine Yamal komin sem 07, hann er 18 núna. Á þetta ekki að vera ég er 06, sko. Hvernig er ekki betra, það er alltaf vond að sjá hver yngri en mann sjálf. Sama með Meinu í Manju, hann er 05 og ég bara, vá, ég er 1 ári yngri en hann, sko. Og hann er bara, hann er bara, Meinu, ég veit ekki. Og hann er í Manju, skilur. Svo var náttúrulega Mbappe, hann var sko 2018 EM. Hann var líka bara 18, 19, 17, 19. Já, vinna World Cup líka. Já, vann World Cup. Já, vinna EM eitthvað, var það ekki? Nei, hann var HM 2018. Nei, við það. Jú, það var 2018. Argentína vann. Nei, 2022. Þeir eru 2022, já. Já, en hvað, vann hann 2018? Frakkland vann 2018. Hann var í final. 2018, já. Frakkland vann 2018 og þeir komist í final 2022. Já, einmitt. Muni eftir senast að úrslitaleik HM 2022. Crazy, 4-4, svo vító. Ég var að horfa á hana í Flórida, ég var í Flórida á þessum tíma, við vorum með svona bíósal. Það var sturla að horfa á þetta. Þetta var bara víti eftir víti hjá Argentínum. Nei, sko, ég er að segja Messi rændi þessu. Ég hætti að sko hann að segja. Hvað helstu með Frakklandi? Já. Af hverju myndir að halda með Frakklandi? Það er náttúrulega Cristiano maður. Já, ég er Ronaldo maður. Messi er lágvaxinn sem við eigum að halda með hann, sko. Ég er sammála, ég er meira Ronaldo maður. Já, það er svo skrítið, þú er bara lágvaxinn, sko. Máli. Þetta er samt gauð, þeir fengu víti og á móti Hollandi. Það var leikur var crazy. Ég skal við ekki, horfa ekki á hann. Var Hollandi undanúrslitum? Ég veit ekki, quarterfinal, semifinal, ég veit ekki hvað þetta var. Og þeir bara, ég held að það var hendi, það var alls konar sem átti að vera víti, en þeir voru bara að gefa Argentínu víti eftir víti. Já, þeir veit alltaf að Messi myndi vinna. Samt kerjaði Di Maria Messi. Di Maria er algjör geitmaður, ég veit hann að gegja svo flott nafn líka. Di Maria. Herru, stöðlega starfum með 7. lagdag búið. Það verða 3 mínútna vatnspásur í hverjum leik, bæði í fyrri og seinni hálfleik út af hita. Og regardless of the temperature, sumir leikir eru í Kanada, það er eitthvað, það er endalega heitt í Kanada, það er það. Það er bara, út af þessu í Mexíko, það er bara ekki hægt að spila á sumri til bara eitthvað. Þannig að það verður vatnspásur, alltaf, það verður byrlið 3 hálfleikir, það verður 3 pásur. Það verður smá skrítið, sko. En ég meina, það þarf bara. Er ekki ógeðslega dýrt að fá með hana? Jú, ég held að það er rándýrt, sko. Verður svona celebrity Ég sá eitthvað með að voru að rísalast bara á nokkra $1 million, sko. Já, það er náttúrulega menn sem að gera það, sem að kaupa með og selja, þeir eru smart, sko. Það er vita að þetta er high value, sko. Já. Þetta er averaging around $13,000 fyrir World Cup final. Það er svona 1,6 milljón íslenskar. Já, fyrir finalinn. Svona 1,5 milljón íslenskar. Ég sá TikTok, þetta voru eitthvað $1 million. Já, ríselast örgulega á okkur. $1 million, það er ekki, það er bara eitthvað Þannig að, heyrðu, ok. Síðasta stjórnlega staðarind. Happatreyjur, sem eru þeirra framar okkur, koma í búðir í Hagkaup 1. júní. Let's go! Og við erum með smá samstarf við Happatreyjur. Ef að þið eru að horfa á þetta, já, þá sjáu þið þetta að við erum að fara að gera pack opening í beinni. Endilega, ef þið eru að hlusta, þá, ef þið horfið á þetta, switchið í horfa. Við erum með hérna. Unnar gaman extra large til að vera eitthvað fyrir. Ég veit ekki alveg hverju það er, en ok. Og voru þeir ekki kannski með triple X? Tóngarnir Happatreyjum, þeir senda okkur hérna treyjur. Tjekkið þetta shit, tjekkið hvað boxin er flott. Þið getið keypt, ef þið vitið hvað Happatreyjur er, þá getið, þetta er svona mystery kits. Og þau eru komið með special edition mystery kit sem þú getur bara fengið lið sem eru á HM 2026 og þetta er öll liðin. En þú getur ekki fengið Ítalíu treyju. Já, þeir eru ekki HM. En sjáu ykkur, þannig að þetta kemur í sölu í öllum Hagkaupsverslunum 1. júní. Þannig að grab yours, þetta er gett. Og við erum núna að fara að gera live pack-up, við veitum ekkert hvað hann frá að fá. Nei. Þannig að, ok, hver ætlar að byrja? Ingi, byrjað þú? Já, fyrir svona, eins og sem opna jólapakka. Ok, þennan, ok. Let's go. Ef þú opnar þetta hérna. Rýfur hérna. Ef þannig að það lið sem við fáum, við höldum með þeim. Reynum að það. Fuck it. Hvað lið varst þú að fara? Þú náttúrulega veist hvað, nei. Ég veit ekki hvað ég er frá að fá. Nei, ok. Let's open it! Fuck it, gerum það. Ok. Þennan bara, svona. Holy shit, hvað færa hann voru gott á drömmu. Við líðum eins og krakka jólin, eða sko. Ok. Herðu. Oh shit. It's red. Sjáum þetta. Hvað gæti þetta verið? Hvaða land er þetta? Hvað er að gerast hérna? Herðu. Bang!
Belgia! Let's go! Kevin De Bruyne Skora hér í síðasta Let's go, herri, þá kom með mér Hazard já, hann ekki lengur Hvað gerist þið Hazard? Hann löngu komin að eftirlaun Dáin Kostar ég Herri, ég ætla að skella mér í hann Við skellum okkur í þetta Gerum það off-cam svo fólk sé ekki að horfa okkur nakið Ok, hvað fær Runar? Hvað fær Runar? Fuck man Líka flottu lit og blár Já, sexy sko Sexy sumarið, herri Ég væri sáttur með það sko Ok Hvað á tala? Oh shit, herðu Býttu Nei Japan Nei Þetta er crazy Þetta passa líka fyrir því Þetta er crazy Þetta er flottu búin Það er crazy, hlustandi veit það ekki Ég er að fara til fucking Japan Já, shit Þannig að sem er Þú crazy verður að vera í þessum í Japan maður Þetta er eitthvað E3, þetta er eitthvað fucking nett brand sko Býttu, hvað er hann er þetta svona eldur að koma? Já, þetta er eitthvað crazy shit Wow, þetta er svona Ég flame er að fara að rocka þetta í Japan Ég er að fara að walk in on the streets of Japan í Japan Þetta er geggjað maður Shit, ok, Tommy, kom með Tomma Kom með Tomma Let's go Spurningin er ekki hvað ból hann fær Það er mun hann passi í bólinn Hey, no fetching No fetching, þessi þykkur Oh fuck Það er eitthvað crazy að fara að gera Svo, ok, ég er opnið þetta It's going in Ég ætla að segja að hann fætt Spán Þetta var, kóla Deutschland Germany What the fuck Þýskaland Þetta er crazy Fútbolbund Þetta er geggjaði bólum Þetta er fucking treyja maður Fuck Þannig að it's official Ingi heldur með Belgíu, ég Japan og Tommy Deutschland Shit Let's go Belgia maður Fuck it Herðu, við ætlum að skella okkur í þetta Hendum okkur í bólinn maður Sjáum þetta skammastund And just second to the mainframe and we're in Yep, we're back We're back people Herðu, tjekki þetta Herðu. Svo svaði þetta transition Ég var að segja transition Fuck, running back Svaka transition Fuck, þetta er gott maður En já, Þetta er fucking nice tjekki þessar treyjur, fucking hapa-treyjur Þetta Hapa-treyjur, er ekki venlega treyjur, þetta er hapa-treyjur Shit maður, Ég er í Japan Ég ætla að rocka þetta, ég ætla ángast að halda mig í Japan sko, ég fíla Japan sko Á ég að halda með Þýskalandi það? Er það málið? Þeir unnu 2014, þeir eru ekki alveg sigurstranglegir Jú, það er smá cheat code Belgar eru Ég góðir hef líka aldrei séð samt Belgíu gera eitthvað klikkað sko Þeir eru alltaf verið með sturlalegstur Þeir eru með De Bruyne, þeir eru með Já, back in the day voru hann með Lukaku Þeir voru með fucking Hazard, þeir voru með Courtois Þeir voru með fucking geggja vörðnana, hvað hérna Mertens Kompany og Hvað er hinn Vertongen Já, hann og Emmett Þeir áverum Belgia eru góðir Ótrúlega það hafa ekki gengið betur sem þjóðan Já, þeir samt eru einhvern veginn eins og bara, þú veist, hvað er eitthvað basically, þú veist, Vestham eða eitthvað Má ég vera treytur og halda með Portugal eða? Já, hefur alltaf haldið með Portugal Já, ég gauði Ronaldo verður að vinna þetta sko Já, vonandi, ég ætla að spura Happatrey hvort sem er annað boxing og þá kannski höldum við með því, þá hefur option að halda með Já, ég skal halda með Belgíu og Portugal bara Já, fuck it Ég er bara fuck it, ég er Þýskaland all the way Já, fuck it Ok, ég er líka Belgíu all the way All the way Þýskaland, það er bara svona stemmingsland Já, stemmingsland Pulsur og bjór og allt sem Já, rétt Já, reyndar Þetta var svo sliðurinn sturla staðendur HM Við þurfum ekki að fara til Þýskalands Já, það er stemming Ég kom með það tvisvar sko Já, ég fór til Berlín og Cuxhaven Cooks Ég fór til bæ sem heitir Cuxhaven Má maður ekki keyra eins hratt og maður vill Jú, það er autobahn, það er svona kallast autobahn Það er gata sem mátt bara, það er engin hámarksvæði Það er crazy sko Hvað ertu með góðan hreim? Ég held að pappi var Alexander Platzen Alex Klar Alles klar, das ist der Pappi, hann var einhvern tímann í Þýskalandi eitthvað, ég veit það ekki en hann kann alveg þýsku og hann kerði einn svona braut Já, gaf hann 300 km hraða Ég veit, nei, ég held að hann var ekkert ég held að hann fór eitthvað kannski 1.90 Já, ég hef verið með pappaðin með bíl, hann er safe driver sko. Já, hann er mjög safe driver Safe driver aðeins svo mikið safe driver eiginlega sko Flottu gæi, pappin Já, takk fyrir það Allir merkilega gæi Sjálf það ekkert King ekkert Ef við skell ykkur næsta lið eigum við að taka ef við halda okkur í fótboltadótinu eða fara í haldið þið getið Ég er til eitthvað sem er sko Hlustendur, hvað Hlustendur, hvað liða fyrir næst? Haldið þið getið eða hann að fótboltaspurningum Inga? Ok, haldið þið getið með Tóma Hendur okkur í það Herru, var einhver að prumpa hérna? Var einhver að prumpa? Nei, hvað mennur?
fyrstur kemur, fyrstur fæn, það er ekki alltaf satt. Þetta er bara lyktin af þér, sko. Það sem finnur hana fyrst, ekki tala prumpstrákar í podcast. Nei, sorry, ég bara fann einhverja lykt. Getur ekki farið eitt átt að tala kú, pissa, prump, sem sæði. Sjöfull þetta. Double ding ding. Þannig, ok, hvað er með þetta? Hvað ertu með fyrir þetta? Þetta virti liðurinn. Og er þetta ekki stundum svona smá keppni, eitthvað svona, hver getur mest, sko, ég eða engin. En þú ert lendalið tegur þátt líka. Jú, ég tek... Hvað lið? Þetta sem ég ekki... Haldið þið geti. Haldið þið geti. One of the classics. Yeah, the classic. It's a classic. Þetta er svona tveir... Þetta er svona bandaríski lýsendur svona eftir svona postgame. Yeah, I mean, it's a really good quarterback. I mean, I had a hot dog this morning. My wife, Nicole, she's great. She made this great hot dog. But yeah, Miss Johnson, he's a great quarterback. I mean, like the way he runs out of the field, 20 feet field. Alltaf svona. Yeah, the weight and sizes. Hvað með bandaríska lýsenda? Well, I'll tell you, John. He's a great center back. From the Giants, the Eagles. From the Giants, Eagles to the Bears to the Lakers. Giants, Eagles, Bears. Já, ok. Fyrsta spurningin í hvað haldið þið getið? Ok. Haldið þið getið. Maður sjá, já, fyrsta. Haldið þið getið unna á elliheimili? Nei. Já. Nei, ég bara... Sorry. Þetta var quick. Mjög margir vinir minnir hafa unnið að vinna elliheimili, sjáttu þetta þá. Hæ? Já, mjög margir. Ég gæti það ekki. Ok, ekki mjög margir nokkurir. Ok. Þannig að já, og þeir vinna elliheimili og þeir segja að maður venst þessu og líka bara, maður þekki margir sem hafa unnið elliheimili, líka bara vinkonur og svona. Þannig að, en sko, þeir segja öll að maður venst, þau heldur fyrst fannst þeim þetta ógeðslegt, þú þarft að skeina fólk og svona. Akkurat. En svo venst þetta, sko. Það var einmitt og svo þetta þrýja fólk og svona. Já, það var aðalpunkturinn, þú ert að vinna með gamalt fólk. Já. Sjátt á þetta allt, hérna gamla fólki. Já, þú vilt ekki vera að skeina einhverjum gamlu kall. En það er bara að sjátt á þetta lið sem gerir þetta. Já, þetta er mjög mikil virðing. Ég ber mjög mikil virðingu fyrir. En ég held að ég hef sagt við þessa vinnu minna, ég bara, þeir segja, jú, en ég veit bara, er það síklarættur, síklafóbía á háu stíi, að ég myndi ekki meika þetta. Bara ekki séns. Þannig að þetta er quick nei hjá mér. Ok. Ég veit ekki okkur, ég hef hugsað þetta áður. Ég hef hugsað eitthvað, hvað getið inn eitthvað, ég bara... Þetta er alveg fínt borga og svona, en ég bara gæti það ekki út að, já, bara, maður þarf að skeina og svona. En, ég var alveg til að vinna þarna ef ég var ekki að skeina og eitthvað svona. Það verður bara að spjalla, hvað segir í dag, góður bara, ekki, já. Það voru líka að hjálpa þeim að stýra líka. Gömlu karlunni hafa ofta... Stýra? Hjálpa þeim að stýra? Já, bara, ok, herri, næsta spurning. Hvað var svo? Þetta er bara eitthvað sem ég er að búið til. Ok, já. Þetta er nei hjá okkur bara, já hjá þér. Sko... Þú ert harður, þú ert miklu harðar en ég engi, þú getur svona shit. Já, ég hef skengt manneski á þér, sko. En... Það er ekki skemmt. Litlu barnið, já? Já, bara... Já, nei, ég hef aldrei passað mikið börn á þeim, sko. Nei, ok, shit. Í grunnskóla, ég vann í grunnskóla, en ég hef ekki passað unga börn, sko. Já, það glemst, þú vannst í grunnskóla. Já, mann vann í grunnskóla, sko. Þú varst ofta, hættu þessu, jú, ég veist að stoppa 2 slag. Það var physical demanding vinna, sko. Já, hvað myndir þú segja að geta þetta, Tómas? Þú veist, ég veit ekki, ég held að Ég held að það sé alveg stemmi, sko, þú veist að tala við, þú veist hvað sem maður, þú svona býr til, þú fær góða sögur, þú fær svona lífsleksju, þetta er fólk sem bara lifi 90 ár kannski, þau vita hvernig það á að lifa lífinu, sko. Hvað er hann að segja, you build a connection, eða skilju, þú svona rektar eitthvað vinasamband með, eða skilju. Með fólki sem er að deyja þetta kortir, það var ekki ekki. Já, nei, skilju, það er dark, nei, fuck it, ég myndi segja, já, fuck it. Já, ok, ég sé alveg fyrir mig. Ég myndi skeina. Hætti í lónun og byrja að vinna Sjáðu lónið, I will never stop. Hætti að kveina og byrja að skeina, þetta verður svona Hætti að verður svona slagur fyrir fólk ef það verður að leita starfsfólki. Já, hætti að kveina að fara að skeina. Ok, þetta er enda ekki sérstaklega kveina. Nei, þetta er svona Ok, það er just go to next. Alright, já. Næsta spurning. Bíddu, er hérna barnasketsin komin út? Já. Ok, þá er þetta flott spurning, sko. Gætu þið verið svona barnastjörnur eins og okkar maður Solon. Já, eins og hann Solon. Það er gæði YouTube, þegar ég örgulega að sé hann sem gefur svona barnaefni á YouTube, hann er Solon íslensku og eitthvað. Hæ krakkar, hvað
Basically bara eins og þið voru að gera, skilju. Við Ingi, þegar hafið kannski séð hann skets, hann vonandi komin út núna, svona POV barnaefni, svona POV þú ert að horfa á barnatíman, það sem ég og Ingi erum að leika eitthvað svona hvað er Ingi? Eitthvað svona rennum okkur saman niður rennibrautina rennum okkur saman niður rennibrautina það var geðveikt, það var rosalega að taka þetta upp þetta var eiginlega erfiðustu tökur sem við farið það var skrítnasta shit sem við Ég ætla bara að segja að það kemur aldrei part 2 aftur allan að ég er ekki í part 2 Ekki, þú stóðst þessu vel, mér varst þú betur neitt, þú varst meikaði með þess að ég má ekki bleita fötin, þið náðu mér Ég veit ekki, bara inn í mér leiði mér ógeðslega Málega, mér langar bara að klára þetta Ég held að, ég spáði þessu meðan volum að taka þetta upp og sagði ég stráka, þið vitist nætti 10 ár þá verður þetta raunveruleiki við verðum að taka upp eitthvað barnaðan Nei Ég held að við verðum allir krakkar í stofun heima í stofun verður mamma, en að setja Unnar og Inga Ingi fyrir dýragarð Þetta ljómi Þetta er samt örgulega létt Já, þetta eins og þú ert að gera, ert að fara á einhverju stað En okkur segjum, for the right amount of money myndur þú gera það? Ó já, náttúrulega money í þessu Ef þú myndir fá Ka-ching Ef þú myndir fá borga bara eitthvað 10 milljónir fyrir að gera einn svona seri myndur þú segja já? Já, þetta Ok, 10 milljónir er realistic Það er heldur hart, sko, 10 milljónir En ég veit það ekki, með þessum barnaefni, kannski er það svakalega peningur í þessu, sko En í útlöndum, þú veist, þá er fólk að fækja ráð Já, en, þú veist, já, jú Ég meina skoppa og skrýtla voru það er bara drowning in money Já, ef það eru með allir giggum, jú það voru að gigga hérna Hvernig gigg voru þær að gera? Fara í Kringluna bara með klukkutíma sjóa sem voru að syngja í lög og dansa við krakkana Þú veist, þau kannski fóru í Kringluna, hörpuna og þetta Voru þær ekki með eitthvað return? Þeir eru orðnar 50 þeir eru ennþá að gera þetta Voru þær ekki, já, það kom eitthvað return hjá þeim Það er með það sem ég er að spá, myndu þau gera þetta bara fertuð, skilur Já, ég held að ég muni að leita en fara í eitthvað svona dót Shit, það er ekkert annað Ég myndi ekki vilja En þú veist, for the right amount of money Ingi sinni for the money Ég mun eitt að hringi Inga, ég sé þetta fyrir mig þetta 15 ára Blessaður Ingi, við erum ekki heyrast í mörg ár sko, fórum eitthvað beef, fórum eitthvað YouTube-distrack Sælega Ingi, barnaefni, þú segir eitthvað I'm not doing it Með svona rettu í bústa bara Ég segi eitthvað, I'm not doing it, svo segi ég Takk að síminn að hringja Já, Unnar, you know I'm not doing this anymore Barnaefni, definitely not, svo segi ég What if I told you I got 10 million Og segir þið I'm listening I'm listening When is this? Ég veit ekki Send me when and where Ok, hvað haldið ég getið borðað marga titlingu einu klukkutíma? Ok, Tommi, ef þú ætlar áfram í þessu podcasti Getur við að stoppa að taka þetta? Tommi, eru við ekki búin að tala um þetta? Nei Eru við ekki búin að ræða um svona spurningar? Titlingar? Ok, nei, fyrst að spyrja, hvað hefur þú borðað marga titlingar? Nei, ég er búin að það var fleiri spurning Ég er enda að væra alveg til að prófa Ég var til að prófa þetta Mig langar að borða eins marga titlingar og geta Ingi, er einu það? Come on! Það er svona gaman að lífinu Ok, herri Nei, hérna, hvað held ég geta marga borðað marga? Ég held ég myndi svona 3-4 Hvað? Þú varst að spyrja? Ég er að svara spurningu Er þetta Þið þurfið ekki að svara þessu Hvað var þessu spurning? Nei, þú stóð Hérna er smá Það er titlingastemming í þessari spurningu líka Haldið þið Hvað er titlinga þema? Titlinga þema Nei, við vorum að tala um barnaefni Nei, hellu Hérna, haldið að þið Haldið að þið gætuð leikstýrt klámynd Ok, hvað er að gerast? Já, þetta er skrítið spurning Ég er bara forvitin Ingi, fyrir mig fótboltanum, ég hef gett að fara í haldið þið getið Þetta er síðskipt sem fyrir mig haldið þið getið Þetta er hardcore edition Hardcore En þú veist, þið eru bara á Tommy, you're cut off Þið eru bara leik, þú veist, myndu Nei, Ég myndi ekki vilja Já, ég myndi heldur ekki vilja Ég gæta öll, ég menn ég er mjög góður leikstjóri Myndur þú gera góða mynd? Ég veit svona leikstjóri sem fór í að leikstýra klámi Sko, ég myndi gera mjög góð Ég held ég myndi fókusa á Einar Þess að Unnar, he's really good with Einar Ok, þetta er bara okkur að tala Hvernig myndi vídeó enda? Extreme cum shot Nei, ok, herri, þetta er bara Ég trú ekki þessum að við þurfum bara að klippa þetta út eða eitthvað Þetta er ekki í lagi Þetta er svo fucking veikt Það átti að vera gaman að happa treyður að byrja að vera Jolly Happy Getur við gefið Tómas svona rautt spjald fyrir svona Hann fyrir bann Hann fyrir haldið að getið í liðabann Sidemen eru með svona Þeir gefa svona hverjum spjöld Já, eitthvað Ég skal taka þetta á mig bara Já, Tómi, þú ert komið rautt spjald Tómi, þú kemur ekki með liðabann Ég er það verst að ég beita Agnes
Ég sagði til að prófa að geta til. Já, ég veit að þetta erum við með eitthvað unga hlustendur? Já, ég held að þessi pæltið einhver ungu hlustendur að hlusta á þetta og mamma bara fram með eitthvað svona og hann heyri þetta, hvað er það að hlusta á þetta einhver? Það var þetta einhver king gæi, sjátt á þetta gæi, ég var í lapp í Hafnarfirði í gær og það var einhver gæi, ég var bara að lappa eitthvað kemur einhver ungur gún, hann var örugglega bara svona 13 og hann eitthvað Stæli, ég hlusta hvernig við Stæla þannig að við erum alveg með unga hlustendur sko. Sjátt á þann meistar, hvað varst að lappa bara eitthvað? Ég var bara eitthvað walking around sko. Ég tek bara að taka bara lappitúr í Hafnarfirði? Nei, í Hafnarfirði. Bý í Hafnarfirði. Það er þetta flott sko. Já. Það er flott. Nei, þarna, ok. Er þetta liðurinn búinn eða? Já, liðurinn er búinn, já. Ingi bara verður fljótur að fara í þinnlið því að við förum það í fótboltaspurningar núna og endum á, hvað kallar hann? Þetta er hvor er gáfaðri, þetta er svona keppni hvor er gáfaðri fótbolta edition þetta er keppni á milli Tomma og Unnars já hendum okkur í þetta hver er stuðlinn á þessu? Stuðlinn er, ég veit það ekki ég andres veit það ekki Unnar, ert þú? Já, herðu, jú, ég veit alveg sérstu hvað fótbolta ég sagði á hann, ég er ekkert einhvern fótbolta áhugaður en ekki núna, ég var það samtali, ég veit alveg, ég fylgist mjög mikið með þessum fótbolta svona 2014, 15, 16, 17, 18, 19 sko Wow Ég fylgdi ekki þeim mikið en bara síðustu 15 ár Ingi byrja Herru, talandi World Cup áðan Já Hvaða leikmaður skoraði flest World Cup mörk í sögunni? Klose Því taldum hann heitir Klose eftirnafn, hann er á Þýskalandi Er þetta ekki keppni? Jú, þetta er samt smá svindl og þú varst að skrifa ykkur eða þú varst að searcha upp ykkur sturlaðar staðreyndir Nei, ég var að searcha sturlaðar staðreyndir World Cup 2006 Bara það Ég hef smá spurningu Ættu þið að gera eitthvað svona Er það rétt svar? Ættu þið að gera eitthvað svona ding og segja svari eða Nei, ég segi Herru, ok Var þetta rétt? Ekki gera svona, þú segir svar og svo segir Tommi líka og ég segi bara hvað er rétt En ef þetta er rétt svar þá bara segir það núna, skilur við Ég er ekki að vera að segja svar og svo er þetta rétt á hann, sko Já, og segir bara, ef þetta er rétt þá segir bara rétt, annars fyrir svarréttin Ok, eru þið tilbúinir? Já Það er rétt Já Þú varst að fara að láta mig segja svar og svo bara Já, en ef ég fengi rátt þá svarar Tomma Já og svo bara segir svar, við höfum bara eitt chance að svara Þannig þú svarar alltaf fyrst? Nei, bara sá sem er fyrst og hraðari en svo núna bara þetta sem getur betur en það segir, Klose þú komur þetta svona fyrst, fun fact, fyrsti sketch sem ég gerði þá var hann Pee-wee að hóla getur betur það sem ég gerði grína það er alveg top 6 sketchar no jokes það er ógeðslega góð sketch en það var bara ætti að gera í mörg ár ég og Tommi og strákarnir vorum að horfa á ykkur að smakka súrströmming við tengdu hann við sjónvarpið og horfa á einhver TikTok það var góðar ælir hjá mér Þetta sko Sakki ældi þegar hann fann lyktina er ekki alveg svona slæmt Jú, að gera ríteka Jú, gera það Jú, það er þetta sjátt Ég er ekki búin að æla í 7 ár Mér líka, já, reyndar 7 ár eða eitthvað sko Síðan 2017 Ég fekk þetta underground til okkur gæða Facebook bara eitthvað Og ég er ekki að gera þetta er versta lykt Ég kúast líka lyktinni Gerum þetta og gera það þínum kanti Hvað er þetta mörg ár? 2017 Þetta er bara 9 ár Ertu ekki búin að æla í 9 ár Ég er ekki búin að æla síðan 2017 Ertu með ælufóbíu? Já, ælufóbíu líka En hvernig ertu ekki búin að fá ælupest eða eitthvað í 9 ár? Það er sem ég er að segja I don't know Það er crazy Þetta er lengsta vídeo sem gett Þetta er alveg 3 mínútur Já, ég veit ekki hvort ég myndi enda vídeo Erum við fyrir live og gera það Þetta er alveg gott content sko Er þetta samt svona slæmt? Nú er ég ekki að reyna að finna sko Ég er ekki og sérstaklega þegar þú býtur þetta er við Já, Tommi var eitthvað Þetta er ekki túnfiskur Þetta er ekki svona erfitt Þetta er ekki túnfiskur En samt, hvað Það er ekki hægt að lýsa lyktin Nei, er þetta fiskur? Já, þetta er myglaður fiskur frá Svíþjóð Myglaður fiskur? Já, þess vegna heitir þetta surströmming, þetta er súrt Já, þetta er súrt en þetta er myglað Já, ég held að þessi látið setja ykkur marga Ég til ég að taka þetta, ég held að ég mun ekki æla Ég er bara að segja það Heldur þú getur borðað þetta? Ég held ekki að borða þetta Ég tók krökk Þegar við smakkum þetta, við köttum frá Ég held ég mun ekki æla Og bara í Tomma bara Við erum að fara að nota þessi klipu Ég mun ekki æla, ég er bara að fara að dána þessu shiti Já, ok, það er ekki séns Því máli, ég gæti ekki að setja þetta upp í munum Ég held áður en þetta kom upp í munum You're not built like me Ég ætla að finna þetta á Facebook, við ángist gerum þetta Já, ég vil sjá Tomma Eftir þá, pöntum súrströmming bara á netinu eBay 20 years old Tilbúinir Næsta spurning er Hvaða lið hefur unnið flesta meistaradeilda titla?
Meistaradeildin Barcelona Real Madrid Já, Real Madrid Það er 1-1 Þetta var svart og hvít, þú sagði hérna Barca Já, ég sagði já, ok, fuck 1-1 Tom Munar, þú búin að skrifa stöðuna Já, er ekki það núna Nice Ok, ok, þetta er spennandi herru Hvað heitir enska fótboltaliði sem spilar á Old Trafford? Manchester United Já, hárið rétt hjá honum Tómas Inga Ég sem United maður Já, þú skeist þarna sko Ég er Liverpool Þú ert Liverpool, fuck It's a shame that I'm saying this right now sko. Ég átt yngri báð United menn Talandi Liverpool og Man U Hvaða Liverpool miðjumaður er betri en Bruno Fernandes? Szoboszlai Rátt Hvað sagði? Szoboszlai Þetta er eitthvað reynsbeitt-spurning Ég veit ekki McAllister Rátt Jú, það bara hann gíska Endo Rátt Depay, nei, hann er framherri Mohamed Ali, nei, Mohamed Salah Vil ég fá svarið? Já Gravenberg Það er engin miðjumaður Oh my í Liverpool sögunni betri en Bruno Fernandes Þetta eru 0 stig Þetta er mesta rage-bait of all time Þetta er mesta rage-bait of all time Mínusti á Tóma Þetta grínast Já, Ég er að bara að lafa út Þetta er mínusti Ég er bara, herri Ég er bara, nei Já Sturlast Ég er bara út Hvað eini markmaður Hver er eini markmaðurinn í sögunni sem hefur unni Ballon d'Or? Neuer, nei Manuel Neuer Nei Buffon Lev Yashin Já. Það er Lev Yashin Lev Yashin Fyrir fokkana með það, hver Lev Yashin? Það er bara eitthvað FIFA legend Já En já, til hann ekki Já, takk Herru Lev Yashin, what the hell? Hann er sko rússneskur held ég Já, hann Okkur er aldrei hitt bara, já, hann spila alltaf með svona, þú veist svona afa húu Já, Ég held að hann spilaði þegar hann var svona Six markfæsir Spencer, en hanskar voru ekki eins og í leiknum Já, ok, hann bara Þetta er samt Þetta Var bara þetta er köttur í samt- markinu? Já, þetta er sko Þetta er samt svona svipað með hann og með Pelle sko, þú veist, ég held að Pelle var ekkert sko Já, Ég held að pælir Pelle í var ekkert sérstakur sko hann er bara svona hæpaður upp og Já. svona mikið Ég held að þessi Það var hann markmann bestu þá Það er sem ég held líka, ef þú horfir á fótbolta fyrir svona 50 árum Þetta er allt lélegt Var Pelle ekki alltaf hæst reytið í FIFA, var hann ekki 98? Jú. Og Maradona 98, 97 99, eitthvað svona, já Þeir, þú veist, jú, þú veist, þetta Maradona er miklu meiri current en hérna Pelle, sko Já, og hann, það er alveg til klippur af honum sem eru bara sturglar, hann er bara Hann bara going crazy sniff eitthvað kók og svo skorar hann mark og hann er bara klippur Ég held að taka- tók einhvern tímann Hann skoraði mark, fagnaði, tók línu og fór svo bara ángri Jú, það er eitthvað, það er 100% sko Já. En Fagnaði og kom hérna Mid-game Já, Var þetta ángriðs lína? bara hann var What að the fuck? fagna mark með félagum sínum og eitt kom bara með hann var alltaf með gramm á sig sko, bara inn á Ekki verki undir lokin, hann var þyngdist hann og það var alveg dark sko Heyrðu. Dó hann ekki alveg ungu líka, eða hvað? Já, hann Já, dó alveg dó. fyrir kannski 60 eða eitthvað Já, reyndar, hann er dáinn Rest in peace Maradona og Pelle reyndar Já, rest in peace Maradona og Pelle Legends in the game Legends Herru, hérna Unnar, þú getur jafnað þetta Ok, ég er komin í stöð Það er 3-1 fyrir Tómas Inga Ok, hvað er með það? Hvaða þjóð vann World Cup 2010? Brasilia Nei, Spot! Já! Já! Oh Ég man my eftir, ég horfði á úrsliðleikin Spot, hann að, ég man ekki hvað móti hvað Horfðir á leikinn? Já, Bíddu, ha? ég var alltaf eldri en þið Þú- Ég var Bíddu, 6 ára Það var 6 Ég horfði hann í Já, hjóli, já. ég man svo vel eftir Ég horfði hann í hjóli sem ömmu mun af á Siglufirði Wow, Ok, það hlýtur að vera kósí, maður. Einhverju pinguleitlu sjónvarpi Er það grínast? Kósí Já, maður já, Ég er bara að sjá þetta fyrir mig núna sko. Ég veit að það var Grínast Herru, Þetta grínast eru þið tilbúinir í senustu spurninguna? Fuck it, hvað Og hlustundur heima, ég vil að þið hlusti vel Hvenær vann Arsenal seinast Premier League? 2006 2004 2026, 2026 Nei, Hæ? Eða ekki, ég er búin að vinna það Nei Er ekki að það vinna? er ennþá í gangi Ég hjá er einhver. 2012 Er það ekki með svarið Jú, það? ég er með svarið núna, ég Ok, glimti að ég skrifa bara það setja niður 2013, 2014, 2015 Nei, ég sagði 2006 Nei, það er ekki 2006 2007 En við megum bara kalla þannig til náum þessu 2008, 9, 10 Það verður að skiptast á Já, maður, ok, slaka á ok. Getur ekki bara Ok, Ok. eftir Tommi 2002 Nei, Það grínast 2012 nei, Hvað, hérna 2009 nei, 2011 nei, 2010 nei, Nei 2013 nei Er þetta fyrir, jú, þetta er satt Veitu, hæ? Hint, er þetta fyrir 2001 Nei Er þetta grínast. eftir- er þetta eftir 2000? Þetta hlýtur að vera eftir Já, 2000 þetta er eftir 2000 Ok, 2002 Nei, 2007 nei 2004
Já. Ég sagði 2004. Nei, þetta er samt ekki 2004. 2005? Nei. 2003. Já, þetta er 2003 til 4. Já, til 4. Ég held að 2003. Ok, ég sagði 2004. En þú sagði 2004 ekki áður en að reglan kom að Ég sagði 2006, 2004. Já, það var þeirra áður en að koma regluna. Já, gefðu hana bara Hvers stað, já. Það var endaði 3-3. Heyrðu, ok, ég ætla ekki að koma með eina svona on the spot eitthvað. Ok, heyrðu. On the spot. Eitthvað sem þú, eitthvað ball knowledge sem þú veist. Hvaða enski Hvað leikmaður í Premier League er betri en Bruno Fernandes? Ok, þetta er bara gæstþáttaspurning. Engin. Það er rétt. Nei, þá er 4-4. Tommy is the winner. Fuck you, Tommy, ég er farin, ég hættir þessu podcast. Ingi, stopp. Heyrðu. Fuck. Hann er actually byrjaður. Ok. Shit. Fucka þú er. Fuck. Já, kom það, ok. Þetta er fyrsta storm-off af poddinu. Já, shit. Chat klippið þetta unna stormar á poddinu. Chat klippið. Hendi. Ég var til að sjá einhverja svona TikTok-klippur úr poddinu. Þetta hvetja ykkur unga gauður sem hlusta á þetta, eða gælur, sem að ef þeir eru eitthvað prógram með eitthvað að klippa, hendið í ykkur edits úr þáttunum, það er gaman að sjá það. Ef þið sjá eitthvað fyndir reglum, hendið bara í clips. Ég sé fyrir mér Bruno Fernandes edit núna. Hver er betri en, hvaða Liverpool-leikmaður er betri en Bruno Fernandes? Reyndar. Enginn. Bruno. Ég er að segja enginn, ég vil að þetta er bara fyrir stigi, sko. Það er enginn. Superslide, gaur, Superslide, já, geggjaður. Superslide. Ég sá eitthvað, ég held að það var bara úr fyrsta þætti, það var eitthvað gúin á TikTok sem að gerði eitthvað fucking edit. Það var ógeðslega fyndið líka. Já, úr fyrsta þættinum. Fyndið klippt og mjög gott, sko. Vel gert, við erum að hvetja alla bara að henda í ykkur klippur, sko. Bara að vilja prófa ykkur áfram með að klippa, bara þetta er góð leið til þess að byrja að klippa, sko. 100%. En hérna, ok, þetta var skemmtilegu liður, Ingi. Ég fann ákveðs fyrir keppniskapi, sko. Já, ég Vil ég hendi svona og við skulum hafa eitthvað lag Ég set eitthvað lag undir þetta. Já, það vantaði lagið, sko. En ok, ég ætla þá að enda þennan þátt á hvor er betri Summer Edition. Já, við erum eitthvað Nei. Þetta er aldrei búið hér í kvöld. Þannig að það er langt síðan fórum við í hvor er betri. Við erum með gest og okkur rugl, sko. Ég vinn þennan. Það lítur ekki vel út í það fyrir þið, sko. Ég held ég segja eitthvað 5-0 eða eitthvað 5-1. Ég held ég var einn rétt svo. Já, vannst þetta. Ég held ég svindlaði eitthvað í honum eða. Já, við hefum alltaf svindlaði hérna. Nei, ha? Já, einhvern veginn. Ég er ekki þekktur fyrir að svindla. Nei, hann er að segja hann hafi svindlað. Já, jú, reyndar. Já, ég held að ég svindlaði eitthvað í þessu. Já, ég gaf þér eitthvað 3 stig. Já, þú gafst honum eitthvað 3 stig. Þetta er Summer Edition. Áttu ykkur á því? Já, ég er einmitt spennt. Sumarið byrjað, það er sól úti alltaf. Já, skýruna. En já, það er búið mikið sól, þetta sumar er að byrja, við erum fucking til þetta sitt. Þannig að ég ætla að byrja þetta á að spyrja bara, hvor er svona útilegu smá, svona þema, hvor er betri í að setja upp tjald? Ég ætla að segja Tommy, ég er ekki ég vissi Ég elska hvað Ingi hefur mikla trú á sér. Ingi er náttúrulega, þú er bara ekki góður í höndunum. Nei, ég var að horfa á ég kann rétt svo að búa rúmið, sko. Ég kann rétt svo að búa rúmið. Ég kann rétt svo að setja lag á rúmið. Þú getur ekki sett rúmfötin á sengina. Rúmföt, þegar ég gera það og svo fer að, hafa ekki lent í því þegar að setja lag hérna úr rúm og svo búm og svo skista í. Hvað er þetta með svona þröngt? Þetta með svona þröngt lag? Já, bara hafa ekki lent í því. Jú. Ég var til að sjá klipp á því að skipta rúmföt. Ég var að horfa á Inga á hann, reyna að vaska upp glas, hann náði ekki. Ég var að snappa hann að horfa á þetta, ég var að skemmtilega, ég sá hérna bara mesmerized, hvað fokk hann að gera þetta? Ég vil ekki setja einhverja sápu honni í glasi. Hvað meinur þið? Bara fæ ég einhverja svona sápu, bragð eða eitthvað. Nei, ekki þú þrýfur það bara. Ekki þú þrýfur bara sápuna. Já, allavega, það er ekki spurningin. Sko, ok, hefur þið sett upp tjaldi, þú veist? Jú, reyndar einhvern tímann, eitthvað back in the day, sko. Varst þú að gera sjálfur? Blátt tjald fyrir utan húsið mitt, ég var mjög ánægður með það, sko. Það var blátt tjald, ég held að pappi setti upp. Ég var bara ekki að chilla niður í og það var úti hjá mér eitthvað í alveg marga dag og svo fauk það einhverjum stormi eða eitthvað. Ég er the king of making bases. Þegar ég var yngri, bara fort base, snow base, svona tjaldabase, eitthvað stóla base. Allt þetta shit. Ég er the king. Ef þú þá gera svona
gera YouTube-vídeó We made a fort Ég gerði sturglustu fortin Ég var að hendi toilet paper fort back in the day Já, þú varst alltaf á YouTube Voru við ekki í 7. bekk eitthvað að lörk í bónus að gera eitthvað shit Ég reyndi að vinna mér að gera toilet paper fort í bónus ekki on camera og við bara reknir út þessum 2 mínútur Það var þegar það var að trenda hana Eitthvað svona shit þarf að koma áttur Jó, þú veist, fara að gera toilet paper fort Allir sem er að koma ekki verið að hanga heima maður Fari í bónus og gera eitthvað weird shit Gera eitthvað fucking ólega Allir þessi krakka fara út að leika maður Já maður, Ingi byrjar að spytta sko Það var út að leika Gerðu TikTok, hei krakkar, það var út að leika Já, svo Ingi alltaf bara upp í rúmi Nei, herðu, ok Þannig að jú Já, ég er það king of Þú ert það eitt Tommi, ég viss alveg að Tommi var að fá fótastig sko Og ég held að Tommi sé líklega næst en ég veit það ekki Hvor er betri í að grilla? Oh shit Sko, ég hef aldrei grillað en ég verði að gefa Tomma þetta hann er alltaf eitthvað bústa að grilla Ég er þetta master of grilling líka Ég er svo fucking góð að grilla sko Master of everything en það Ég er fucking bestur í öllu Nei, ég er nót, þú vilt bara fullkomin hambúrgara kjötið, svona smáraukt í miðunni djúsin Ég bara, osturinn er ekki perfectly kryddaði Spenntur að tala um mat og það meikir ekki sens, þú elskar mat Já, elskar mat, 1,90, 150 kíló Hver er betri að bæta Elskar mat 150, ég er að tuga Hver er betri að bæta 50 kíló á sig Ok, þú það fysikli gæti það bara ekki Nei, ég gæti það ekki, sko Þetta er bara sem að Tommi strögglar að gera ekki, sko Að sjá, sko, ég væri, Ég elskar þetta fett sem Hvað, varst það eitthvað fett sem ég? Nei Það er smá sprell Nei, stopp þetta Ég nóg af eitt sem storm út í þessu þetta, ekki fleiri Ég sko, ég myndi borga góðan pening að sjá Inga bara 120 kíló, sko Það væri svo fyndið Ég líka, maður sér það ekki fyrir sig sko Nei, það væri svo gott Ég er rétt svo, hvað er, ég veit ekki hvað er Ég er allan ekki 60 kíló 35 kíló eitthvað? Ég held ég sé 56 eitthvað Já, 56 er rosalegt sko En hei, bara respect this one Þannig ok, 2-0 Tommi, hann er betra að setja upp hjald, hann er betra að grilla Ok, númer 3, nú getur það breyst þess Hvor er betri tanari? Þá er ég beint að spyrja, hvor brennur minna? Tommi, nú ert þú nýlega búin að vera á tenni og þú gjörst svona skaðbrendur að raskati Já, heyrðu Á bara handa fara á bakinu það, sko Ég held að senast ég fór á tenni En þú ert samt svolítið hvítur ekki, sko Já, beti, þú sagði, það er ekki brenna Hvor brennur minna? Hvor höndlar meini sól, svona? Ég Þú veist Ég sko, ég meina Tommi fær gott tana hann er betra að tana, myndi ég segja En hvor er léttar að brenna? Ég segi, hvor brennur minna? Brennur þú meira? Nei Spurningi var einnig hvor er betri tannar þannig að þú varst eiginlega að segja að Tommi er betri tannar Þú varst að segja ég er betri tannar Ég myndi segja Tommi Það mál er, ég nenni ekki að sitja á Solbekk og vera bara eitthvað að eyða Það holiday bara eitthvað að vera eitthvað hérna Þú ert bara að grænda skins í Fortnite og Battlepassin Nei, ég vil vera bara að fara út á ströndina fucking gera eitthvað shit, fara út á jetski Ég hef aldrei gert það Fara í húsdýragarðinn, fá með McDonalds allt þetta íslendinga shit, ég nenni ekki að vera eitthvað á hótelinu Ég skil þetta ekki, ég vera eitthvað svona ég gæti ekki einhverjum 2 tíma maður Come on, fara að gera eitthvað Ingi, slaka á Fara að gera eitthvað En veist málir fólk er að gera þetta til að fá tann, skilur Þú ert ekki að fá tann hér á klakanum, skilur Þannig Farðu þá bara í einhvern Solbekk Nei, en hvað heitir þetta? Þannig að sól eitthvað Hvað sem er? Svona ljós Já, það er ykkur líkur á krabbamein og það er bara veist með því Já, hann er En ég er náttúrulega, ég skeit síðast þegar ég fór á tenni Ég við ekki neða það bara Já, þú brendi Ef að whipa út mynd en á skjáin Já, við erum búin að sína Búin að gera, sko Getum alveg gert það En já, ég brann bara allur Það var ekki næs En samt hann einhvern veginn kom eftir á Mánuð eftir á kannski Og ég er smá tann Já Allan að vil hérna á Inga Já, þú ert færð Ég veit ekki okkur að spyrja Þú ert betið tann, þetta er bara 3-0 Tommi Þetta er bara Otto, beint og Tommi Svona Tommi, þetta Ingi sko Já, ég er bara að fara að svípa þess aftur í dag Þetta er ekki frá það Svípa þess aftur, það eru 3 spurningar Þú gæti jafna þetta Ingi Ok, það er samt ekki að vera að gera sko Ok, næsta er með tengt svipa spurning Hvor er betri að höndla hita? Það er mjög heitt hérna núna í stúdíunum Ég strax Tommi er alltaf Ég veit að Tommi svitnar svolítið mikið að vera svolítið rauður í kinn sko Ok, let's dissect this here Það eru til marga típar að hita sko Ok Ingi er frægar en ég
það er meiri hita á honum út af fæðinu þetta er bara samsæriskenning sem ég með hérna sko, nei, þú veist, við erum bara að tala bara heat bara heitt bara og það er bara shit Joey hérna, uppáhalds rapparinn okkar, gesturinn hérna nýji bestu vinnur okkar hann sagði eitthvað, hann væri ekki heitfengur hann sagði mér svo fræðilega hann sagði þessi sófæðin, hann sagði, ég er ekki heitfengur hann sagði að hann höndlar hita það er mjög skrítið ég held að allir væri smá basli með hita sko. Ég meina, Íslendingar eru vanlega að vera kalt þannig að við höndlum hita held ég bara ekkert sérstaklega vel sko. Akkurat en ég höndla ekkert, ég er mér líð mjög illa ofti en samt, ég fór til Asíu í 3 mánuði ég get alveg höndlað þetta shit en ég myndi að segja Ingi, Tommy, ég ofta sé þig eins og í gær Tommy var í einnri flík svona síðan ból og hann var bara, fokk, hvað er heitt ég veit það ég skil ekki, akkur er það svona heitt alltaf það samt bara út að það var actually heitt hana ég var ekki eini sem var að væla það sko. þú varst að væla það ég veit, en þú gerir þetta líka daginn ég veit að það er bara ég er að gefa Inga stigi let's go Ingi og færðina eitt stig svona líka á tenni þú veist, þú er bara vænt að fokkin leið 40 fokkin gráður hvað mennur vænt að fokkin leið ég var til að segja þegar þú fyrir vektu undir tenni þá var við erum að fara í vinnuferð til tenni við erum að fara til tenni sko. já, það er no shit, það er ógeðslega heitt á tenni og allir vælum það stundum eitthvað fokk en ég sver að þú ert bara vælari bara hvað erstu bara, ég meina kallt sko. nei þú tala eins og þú sért eitthvað king hérna sko. ég hef alveg verið bara fokk Ingi fannst þig, hann staðan er 3-1 þetta Ingi, hey, come on nú koma að leiktu betur, nú koma að leika sko. en þetta er aðeins öðruvísi sko. Hvor væri betri sundlaugavörður? Nú er Tommi að vinna í lóninu en ekki sem sundlaugarvörður, þú ert að vinna í blá lónu fyrir þá sem við það ekki sko, Þú ert ekki að vinna sem sundlaugarvörður nei, en ég fór fyrst í viðtal út að ég átti að vera lifeguard sko, þannig að ég ætla að biðja ykkur að leika bara svona ég ætla að biðja ykkur að leika bara svona skilur hvernig þið myndu að approacha, hvernig kallið hei, hvað er það úr skilunni og bara passa að banna að vera að hanga á línunni og svona það ekki bara smá frístar banna að leipa ég skal bara taka þetta á mig hérna ok, fucking reynda, smá hérna bláa lónið lifeguardsanir í bláa lóninu eru rosalegir, það er bara þeir eru allir alveg eins, alltaf með gleru með skímask, ég veit ekki hvað það er með skímask þeir eru með hettuna á húfu, derhúfu, tótt og sæt þeir eru bara eitthvað órafarm crazy girl, þeir eru bara eitthvað með eitthvað órafarm þeir eru rosalegt sko þeir eru bara eitthvað, hey, what's up ok bara eitthvað fokkin nettir á því sko. Já, þeir eru cool sko, en þeir eru svona lifeguards en þeir eru lifeguards en við erum að tala sundlög en þú ert samt líka þú ert líka bara í lauginu skilja passa hérna banna að vera ég var í djúpulaugina rennibrautin var að opna svona shit sko banna að fara 2 saman rennibraut komdu bara með nokkra ok, ég ætla að koma bara með eitthvað ég skal prompta eitthvað líka, krakki hoppar í lauginu passa krakkan, já, please ekki djúpu, please, já, flott ekki vera hangulínu, please ekki vera hangulínu stopp ok, það eru 3 krakkar að fara í einu í rennibrautina þú ert í kallkerfinu, hvernig myndir segja kallkerfið ekki 3 saman, allir of bara einu fylgjum reglum, takk please, hey þú ert núna inn í klefa og þú ert að beða fólk að þrífa sig vel ok já muna fara úr skýlum og fer í sundlaugina allir úr skýlum, takk þrífa öll svæðin fara úr skýlum áður en þú fer í sundlaugina allir úr skýlum þrífa sig án skýlu, takk já farið úr skýlum Engi, þú ekki hvað gera þér meir allir, já, myndum röð ég veit ekki hvað ég að segja þetta er flott sko þetta er bara flott sko takk ok, þetta var flott fucking gaf sem við viljum sljóða sko Engi sveitur þú var kort og sko frístæl þú var þú að fylgja eftir Ingi má ég koma með eitthvað dæmi fyrir Inga já ok þú ert að fara að segja ég kota bara með eitthvað byrja bara smá ok herru, muna að setja sólvarn ekki Ingi, hugsa, þú getur jafnað þetta hann reyndir besta þetta er að reyna á því humur þegar það er ok, ég maður að hugsa aðeins ok það er krakki að pissi sundlaugina já það er krakki að pissi sundlaugina herru, hvað það gera maður burt með krakkan, pissi laugina allir úr lauginni hann er að glanna sig, hann er að múna alla ok, það er kúkur í pottinum
Ekki spyrja, harta leiktum maður Það kókurlega skýtur í lauginni úr lauginni allir úr lauginni í pottinum skýtur í pottinum allir úr hann er að bráðna hérna í lauginni skýtur í pottinum ok, hvað er það að segja Cold Brown þú veist svona slegin lokar og hvað ætlar að segja í kallkerru út í kallkerrunu ok Allar og lærir eru klukkan ára 7:30 og allar og... Viltu vera að byrja áttur? Allar og lærir klukkan 9:30, allar og lærir. Allar og lærir, allar og lærir, 9:30. Það er að syngja Það er að syngja eitthvað lag, ekki? Nei, veit já, komum við eitthvað, tvö dæmi ég verður það fer eitthvað gæi ótt í kvennaklefann það fer eitthvað gæi í kvennaklefann, þú ert að hlaupa eftir hann Herru, hvað ekki að fara ánum einn? ok, þetta komum gott þetta stóð okkur bara frekar vel sko en, já ég veit ekki ég haldi þessu spennandi já, fuck it jú, fuck it, ég ætla að gefa Tommi vinnur þetta alltaf Pittistig þetta er pittistig, en það var svona Tommi var betur svona all around sko mér er lífból, Ingi kom með svona skemmtilegt sko kókur á lauginni, myndur þú segja það? Kókur á lauginni skýtur á lauginni það er að bráðuna já, hvað er svona pældi það fólk sem þurfa að vinna við það sem að veiður skýtur laug eru menn að vinna með það, skít í laugin já, ég hef aldrei gert það nei ég fann þetta með í þetta er skrítið mér en hvað er þessi gæðar að segja eitthvað svona passa sig hvað er það að segja já, farur, ég kom eftir með háfið ég sé fyrir mig Ingi verið svona háf passa ykkur allir á pottinum ég þarf að væða þetta dæmi upp hérna þetta er nokkra bitur það er handsome business setur svo gliru hvað er þessi skítur? hvað verður hend? bara hend og ég veit ekki geta unnið og ég er að fá að klífa respect á alla svona báðverði hægt að tala um þetta, sorry þið sem er að borða það fuck ok, herðu, segjum þessa spurning það er 3-2 Tommi Ingi þetta er æsi spennandi, Ingi geti jafnað þetta hvor er betri í fjallgöngum? hvor er betri göngugarp? þetta er alltaf ég sko ég er alltaf að byrja að labba þú er að hægt að koma með spurningar bara beint að Tómas þetta er ekki hægt Tommi 190 kíló þú ert ofta létt á lipið þú ættir að vera ég var að reyna að beina þess að þér sko, málið er Tommi er alltaf, veist hvað hann segir snú? Hvað? Ok, fuck it, löpum með þessu á morgun hann reyndar, ok, Tommi á þetta því að hann hefur farið besjana með gumma það er svolítið final boss dæmi þú glemdir einum, punkt ber ofan í stupuxum, takk á vetri til, nei þetta var samt Mars já, þú fórst í þess að frægu ferðarna upp fjall, það er fucking geit já, þegar það var tekið viðtalið hann á RÚV ég var í fucking bakgrunum og gerir fucking eitthvað shit já, þú vant eiga það hitt upp fyrir hérna fjallið, já, þetta var fór í sögubækunar hann, sko fór í sögubækunar ég er líka á hérna Instagram, það er eitthvað svona reel eitthvað 150 views já, ok þetta er, já þetta er bara þú, Ingi hefur farið upp fjall ég var svona fiskat því að þú mútti segja eitthvað ég hef ekki aldrei farið upp fjall sko það gæti alveg verið sko það er bara blakk út, halló ég er að hugsa það er að muna sko Ingi svona orðið mér í fót hann sofnaður shit þú er ekki farið fjall það er enda stoppmaður svona kannski á tenni staðið mér stað svo ekki það er enda eldfjall ég er enda líka farið fjall eldteiti heitir það já, mitt þú hefur farið þar bara já það er sko þetta er rosalegt þannig að ok, hérna ég heyrði það fyrst hérna Ingi the 69 TikToker hefur aldrei farið upp fjall ég hljóta að fara einhvern upp á eitthvað fjall þú veist ekki eins og esjuna eða neitt vannst ekki eftir því já, hringi pappa hann og komast að þessu það er þetta gott ég var að fjall, hann líka, hvað er þið beinni? ég var að fjall heldur þið segja maður þetta er sprækur strákur þetta er sprækur maður ok, sko, ég er ekki að vinna með að fara upp á fjöll en ég er að vinna með að labba mikið eins og back in the day með gamla hundi minn þá, just ég var fókin 8 ára eitthvað að labba bara frá fókin hvað ég átti heima bara alla leið í Smáralind og eitthvað sko pappi þurfti að koma að sækja mig að sækja þig á hundinn já, þú veist, ég labbaði svo langt ég var bara, herri, ég er orðinn alltaf þreyttur ég get ekki labbað heim ég var að labba stað sem ég rataði af alla heim ég var líka pappi og sækja mig, þú var að leita mér í leið bara með Beats headphone á maður munið eftir því það sitt að vera inn, Beats headphone bara með það sitt á hlusta á bara þetta var 2018, þetta var Prime Lil Pump
prime fucking bara með Lil Pump í honum blastandi þetta prime íslensk Lil Sen nei ekki Lil Sen Lil Pump fucking alla íslensk Pump the jam Pump it fucking Arokan, Flóna, Byrni Joey og þú ætti ekki að tella upp alla nei bara alla íslensku gæða sem að komi þá ég sé fyrir mig bara unstoppable þess að Forrest Gump og gæti ekki hægt að labba bara nei ég veit ekki ég bara þú Forrest Gump já það svipaði karta þeir eru með sama Forrest Gump hverja Jesus ég heyrt veist ekki hver Forrest Gump nei veist það ég aldrei sé myndina Forrest Gump we just confirmed it þú ert eins og Forrest Gump já þú veist ekki hver Forrest Gump þú aldrei sé myndina svaraði spurningunni ekki svaraði spurningunni ég er ekki að svara neinu hérna veistu hvað Tom Hanks er já ok varstu bara að ljúga núna aldrei sé þessa mynd Tom Hanks is Forrest Gump aldrei sé þessa mynd svaraði spurningunni the world will never be the same once you see it ég tala við með podcastið veitu hver er Forrest Gump hefur séð þessa mynd nei ok það er líka ótrútt þetta er einn frægasta mynd af all time það er ótrútt að skammast ég horf ekki á myndir ég veit það en þetta er svona ég horf ekki á þætti þessa mynd sem allir hafa séð samt sko nei ég horf sorry ég horf ekki á myndir þetta var brútal þáttur máli er ég ætla bara að segja það núna ég er partur af þessu podcast ég hef sagt sem að ég vil sko ok segja það sem þú vil já ok ég ætla að mjúta ykkur aðeins ok með bíómyndir og þætti ok ég hef hort á Family Guy ég var einu sinni með mikið að horfa á það og já ég horf alltaf á myndir þegar ég var yngri ég bara get ekki sest niður í sófan og hort á sjónvarpi og sest nei þetta er ekkert eitthvað út af TikTok addiction ég er bara verið svona síðan ég var krakki fyrir utan kannski 8 til 11 ára eitthvað ég bara get ekki hort á skjá bara verið bara eitthvað svona en ég meina flestir eru að skrolla líka þegar þeir eru að horfa ég meina gerur ekki einu sinni það og þótt að ég með nei ég reyndi um daginn ég var upp í rúmi fór inn á Netflix í iPadnum mínum eitthvað var eitthvað ok ég ætla að reyna að horfa á einhverja mynd og það ég er alltaf að setja strákana fuck it fuck let's do it þetta var Adam Sandler eitthvað Adam Sandler Grown Ups eða eitthvað ég veit ekki ég reyndi að horfa á eitthvað Adam Sandler dæmi bro 5 mínútur ég er bara straight hérna og þetta er allt bara eitthvað svo lengi að byrja bro ég get þetta ekki þetta er athyglismanni, þetta er TikTok já, lengi að byrja, þú ert bara óþolumóður já, ég skal alveg viðurkenna, ég er óþolumóður það er ofta líka, að tala við ykkur í chatti og okkar svona ég líka bara samtalum en real life, það veit ekki mörgir, maður tala við ynga og maður er ekki búin að ná spennandi kannski nokkuð sekund, þannig að segja hann, herra, ég ætla að gefa það nokkuð sekund viðbót, svo hætti ég þessi samtali ég er að fokast ég held að það segja eitthvað alveg dæmi ég skil alveg eitthvað langt og eitthvað blað ég fór á Oppenheimer í bíó ég var kortir að sofna og það hún var bara það löng var hún ekki 3-4 tíma 3 tíma plus og þetta var svona boring mynd ég er sammála sko en ég sko bara ef að myndin er það góð þá er ég að fara að horfa á hann alla sko þótt hún sé 2 tímar sko. það er til góða myndir því það er senda bara myndir svona horfa ekki ég horfa senast þegar ég fór í bíó var á Big Adam fokka, þú ætla að sjá hverja lélega myndir þetta er hana þau eru rock hana þú ætla að sjá hverja lélega rock myndir Black Adam ég fór í bíó ég var ok, fuck it, ég skal fara í bíó fuck it, let's do it með félögum mínum og gaur, ég var bara eitthvað ok, þetta er alveg skemmtilegt að horfa á þetta eitthvað gaur, svo finnst þú uppgöt að það að horfa á bíómyndum þetta er skemmtilegt já, en ég bara hef ekki hort á Ingi bara komað 2 hot takes á þetta hann horfa ekki á bíómyndir og hann fílar ekki að tana hann fílar ekki Solbygg, hann skilur ekki Solbygg já, þetta er allt svona sem maður þarf þola með í að vera bara eitthvað þú ættir að koma með bara hot takes með Inga næsta lið, ég held að no jokes bara svona shit sem að þú skilur ekki hot takes ég sko, þú veist, þegar ég bjó í bænum þá var ég bara eitthvað eitt skilur ég horfði á svona 2 myndir á dag sko. no jokes, eða skilur kannski ekki 2 skilur, en ég var alltaf að horfa á myndir það er bara the greatest entertainment of all time sko. þetta er bara svo tónlist líka það er svona góða leikstjóri líka, því að þú sé svo mikið ég veit það, no jokes sko. en ok, herðin, var ég með eitthvað nefndu, jú, þetta var fjallgöngu og Tommi vinnur þetta, Tommi var að vinna 4-2, let's fucking go Tommi er ennþá í þessu þetta var einlega, þetta endaði bara einhver randi
Herðu, þetta var 40 Tommi, hann vinnur hvort betur eins og alltaf, en Ingi þú reyndar unnið eins og það ekki. Þannig að þetta var Summer Edition, þetta var mjög skemmtilegt, það var smá þema, það var svona fótbolti, summer eitthvað, og þú höfðu gaman að þessu. Ég held að stelpur hafa líka gaman að þessu, ok, líka, við erum aftur sexist, þetta var svona almennt almennt fótbolta, þetta var ekki eitthvað svona nýs eitthvað kjaftaði, sko. Þetta ekki alveg doktorfútbol hérna, sko. En, herðu, næsti þáttur með gesti. Já, við vorum að hinta, eigum að segja þeim sem eru komin svo langt inn þátti hver það er. Jú, já, fuck it. Þið sem kláruðu þarna þáttin því að skila vita að gesturinn í næsta þætti er Aron Valur. TikToker. Baby. Búm. Beint frá sketsagerðina, heyr hann að segja, maður. Heyr hann að segja. Hann var í graðasti vinnuðin. Okay, smá eins og Ingi fyrir okkur fyrir mér, við erum kurtið sem við hann er komin sem gestur, hann er svo næstgæðast vinnum við hann bak við Inga, jú, ég myndi segja það en hann, ok, já, hann er Aron Valur, hann verður meðurinn í gýr næsta fucking mánudag, let's fucking go, eigum við að fucking segja þetta shit. Ég held það, mér langar bara að segja 3 orð, ég elski ykkur öll og þið eru geggjuð, takk fyrir að hlusta Gesum Gang Byrjum maður að segja eitthvað og Gesum Gang for life Byrjum maður að segja Hanna, takk fyrir að hlusta